Jæja Bjarki, 23 tapaði boltar, hvað er í gangi? Já, við verðum bara að passa bolta betur. Já, Keflvíkingarnir eru náttúrulega frábærir í vörn og þetta er náttúrulega bara eitt besta varnarlið deildarinnar. Þeir þvinga næstflesta bolta í deildinni, tapa bolta í deildinni og við vorum reyndum að undirbúa okkur fyrir þetta en það var líka kannski of mikið svona mental failures, þar sem við jafnvel hentum nú frá okkur svona uncontested. Kannski 4-5 af þessum 23 sko, en annars verður bara allt kútos á Keflvíkingana. Já, það er alveg rétt að Keflvíkingar eru eitt allra besta varnarliði og Þórsliðið spilaði ljómandi góða vörn á köflum í þessum leik og það er hörku barátta. En manni finnst vanta meiri áræðinni í sóknarleikin. Ertu sammála því? Já, bara algjörlega. Við erum svolítið staðir. Og ef kannski fyrsta aksjónið sem við reynum að gera virkar ekki, þá förum við svolítið bara að horfa á Dúa. Þú veist hvað langar Dúa að gera? Og þetta er svaklega ábyrgð á hans herðum. Hann spilaði 40 mínútur aftur í kvöld og annars bara mikið kútos á hann. Mér fannst hann standa sig frábærlega bæði í vörn og svo. Já, Dúi er heldur betur svona hershöfðingi liðsins inn á vellinum en varandi erlendu leikmennina svona eins og hann Norðmanninn hann Búna þurfum við ekki að fá miklu meira frá svona mönnum sko, bara vera meira áræðnari og hreinlega skjóta oftar, taka oftar af skarið. Jú, ég get tekið undir það. Við þurfum meira framlag frá okkar erlendu leikmönnum. Þegar þú setur saman lið með 4 erlendu leikmönnum þá setur þú kannski ekki 4 sem vilja skora. Þeir þurfa að gera góði varnarmenn og góði liðsmenn og svona fylla púslinn og nú eru bara 2 mikilvæg högg skorðin í okkar lið þegar okkur vantar 2 erlendu atvinnumenn og það kannski fer þeim 2 Erik og Búna ekkert sérstaklega vel úr hendi að vera þessi gaur nummer 1. En þeir Erik kom át bara guns blazing og skoraði 13 í fyrstu stíðin okkar, held ég á fyrstu 15 stíð. En jú, ég er sammála, það býr mikið í Búna og eins og margir í okkar liði hefur hann verið að glíma við svolítið þrálát meiðsli sem hefur svolítið aftur á honum en hann hefur spilað í gegnum það og staðið sig ágætlega en hann á mikið inni. En nú eru 2 leikmenn á leiðinni til liðsins og þú hefur séð Svisslendinginn Jeremy á 3 æfingum, hvernig líst þér á kappann? Bara frábærlega, ég held að hann komi svolítið með svona inn í liði sem okkur hefur vantað, það er svona fleiri sem geta höndlað boltan, brotið upp leikinn, búið til fyrir félaga sína og ég held að það muni auðvelda sókninni, það muni auðvelda Erik, það muni auðvelda Búna, Baldri, Dúa, Kolla, Rekka, þessum strákum að fá opnar og frýr í skot. Ekki bara segja þetta gott, bara gangi ykkur vel í næstu leikjum. Takk.